Í dag ætlum við að læra að gera fiskifléttu. Þetta er eitthvað sem mig hefur langað að læra í 27 ár og læra þetta fyrst daginn. Þannig ég ætla að sýna ykkur þetta hérna með mjög einfalda útgáfu. Það sem mér finnst best að gera svona fyrst þegar maður er að fikra sig áfram með þetta, að það er að taka bara teygju og setja til dæmis, ég vil hafa hana hérna til hliðar. Þá set ég teygjuna bara upp við kollinn. Svona. Tek þar næst hárið og skipti því í tvennt. Það sem við ætlum að gera er að við tökum lokka sem eru hérna aftanlega við annan lokkin, tekur lítinn part og setur hann yfir í hinn lóan. Svona. Ferð á bakvið, hér og yfir á bakvið í miðjuna. Þannig að við erum í rauninni alltaf að taka part af lokkunum og setja í hinn lóan bara. Og yfir. Og yfir. Þetta er mjög einfalt leið og maður nær handtökunum. Það er rosa gott að byrja að gera þetta með teygju hérna, þannig að þú ruglist ekki á lokkunum. Taka alltaf fyrir aftan og færa yfir. Og yfir. Svona. Ég er ekki hárgreiðslumeistari þannig að þetta er kannski svolítið viðvaningslegt, en það virkar engu síður. Það er alltaf gaman að læra eitthvað nýtt. Og mér finnst þessi flétta, fiskifléttan sem sagt, mér finnst hún tolla mun betur heldur en venjulega fléttana, þegar venjulega fléttana á það til kannski að losna aðeins og flosna upp úr henni. En fiskifléttan er fastari í sér. Alltaf erum við bara að færa lokkana yfir. Og yfir. Svo ef þeir eru óþolinmóðir eins og ég, að þá er gott að taka bara endana og flétta það venjulega saman eins og ég ætla að gera. Þá tek ég þetta bara, sný þetta saman. Tek svo hérna teygjuna, tók hana bara niður, festa hana á endan. Og setja hann svona. Og við erum komið fiskifléttu. Mjög þægilegt, þannig að það sem við þurfum að muna er að skipta hárinu í tvennt. Tökum svo lokka fyrir aftan kollokk í rauninni og færum hann fyrir framann. Þannig að alltaf í rauninni að taka bara lokk úr einum lokk og setja hann í hinn. Ég vona að við notið þessa myndbands og lært kannski eitthvað og hver veit hvað við komum með næst.